5 stór útivistarfélög hafa sameinast kröfu að hálendi Íslands verði verndað og að því verði ekki raskað meira en orðið er. Forsvarsmenn ferðaklúbbsins 4x4, ferðafélagsins útivistar samtaka útivistafélaga og landverndar komu saman í svolítilli gjólu á útsýnispalli Perlunnar til að skrifa undir samstarfsyfirlýsingu verndun hálendisins. Blekið var varla þornað þegar samkomulagið virtist fokið út í veður og vind, en pappírunum var bjargað og samkomulagið er í höfn. Okkar markmið félagana, hvort sem að ferðaklúbburinn 4x4 eða Samút, er náttúrulega það að vernda hálendið og halda hálendinu eins og það er þessari perlu sem við eigum. Það er okkur að gefa þetta á sínum tíma og það er eins gott að við höldum því eins og það er. En það má benda á það að víðernum á hálendi Íslands þau hafa minnkað, þau eru ekki nema eitthvað 30% af því sem þau voru fyrir 70 árum. Þannig að það er alveg hægt að halda áfram þangað til ekkert er eftir af þessari auðlind sem ósnert náttúra er. Landvernd hóf átakið Hjarta landsins til verndar hálendinu í fyrra haust, þar sem samtökin telja að hálendið sé í hættu vegna áforma virkjanir og lagningu raflína og uppbyggðra vega. Það vekur sérstaka athygli að ferðaklúbburinn 4x4 tekur þátt í samkomulaginu, því stöku sinnum hafa blossað upp deilur á milli félaga í jeppaklúbbnum og þeirra sem vilja heldur fara fótgangandi ósnortin víðerni. Það er náttúrulega sá hópur sem ég myndi segja þekki landið einna best og hafi mikla þekkingu og kunnáttu bæði á hálendinu og á ferðalögum hálendið, þannig að það er mikil verðmæti fólkinu því að fá þann hóp inn við okkur og það er líka bara baráttuglaður hópur sem ég held að muni standa sig vel í þeirri baráttu sem er framundan við Landsvirkjun, Landsnet og fleiri sem ætla sér að leggja hálendið undir virkjanir og háspennulínur.